Hæ bóamenn. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur. Núna restina af árinu. Hvað að koma inn til ykkar. Bara hvað sem kemur í spilunum. Ok, skulum byrja. Ég ætla að byrja að nota þessi spil. Það svona overall svona energy eða hvað maður segja. Bara eitthvað. Fá eitt Svo var ég set ég á Völsp á Facebook síðan mína set ég útskýringu á spili sem þið fáið bóamenn. Resta árinu hjá bóamanninum. Hvað það sem þurfa að vita og svona. Ég ætla að segja bara úlala. Þið fáið Yemaya Resurrection. Ég veit ekkert hvort ég að segja þetta satt. Nei, það er satt. Segja þetta rétt núna. Ég veit ekki alveg hvað það þýðir. En það svona bóamenn eitthvað svona. Þið svolítið að því ég sé peacock. Ég get ekki tala. Peacock, heit það ekki. Páfuglafjaðrir í hárinu. Þá þetta sko það verið svona finn ég svona svolítið svona glóa pjá ykkur skilur að þið svona já rosalega mikið glóa pjá ykkur og bara svona já þetta svona bara ykkur finnst bara svona eitthvað tími vera komin og það verður svolítið þannig að þið að fara svona að uppskýra það sem við erum búin að sjá eða svona það bara svona að koma eitthvað tími og svona já eins og þeir eru svona að hreinsa til og vil bara koma svona einhverju nýju inn og svolítið þannig svona taka allt og svona breyta öllu ég fæ svona þessa tilfinningu hjá okkur cleaning out the closet eða eitthvað svona feelingur sko og það náttúrulega að koma vor svo að það alveg þannig og það já resurrection eða hvað sem heitir eitthvað svona umbreyting sem við erum eftir að finna bara þetta árið við skulum svo halda áfram fyrir ykkur bóamenn og eitt fyrir bóamenni new beginning svo leiði því bara datt strax út já leiði því bara vera new beginning ný byrjun gæti verið svona bara eins og bara frá byrjun í janúar sem að þið hafi svona fengið þessa svona byltingu eða hvað maður kalla þetta en það eitthvað að koma inn skulum fá þetta meira fyrir bóamenni Doorways, já. Það að eitthvað svona núna að koma inn svona já, svona opnast meira dyr í kringu hjá okkur því það hafi verið svolítið svona út af fyrir ykkur svona ekkert að vera eitthvað skilur og ekkert vera svona þannig en svo fyrir að poppa núna alls konar eitthvað skilur að það þið svolítið bara svolítið svona komin á svona góður stað sjálf líka ég segi það bara og fá þetta meira look at the bigger picture
Full Moon in Sagittarius. Það er bara náttúrulega fullt tungl í bógamanni. Ég veit ekki hvernig það er, en þið eru náttúrulega bógamenn. Það er eins og þið fá svona revelation, eins og, þú veist, svona opnast svona fyrir ykkur öðru, þú veist, það er svo, þú veist, það hefur verið svona eitthvað þröskull eða eitthvað svona sem er stoppað ykkur af svo miklu. Kannski. Það sé hérna. Já, við langaði líka að lesa þessi Stability, Security, Permanence, Growth, Endurance, Flexibility. Já, Palm Tree. Kannski er eitthvað bara eitthvað úti eða eitthvað sálpötu við pálmatré kannski eitthvað. Já, eitthvað jurt kannski. En já, já, það er eins og nýtt upphaf, nýtt tímabil. Og það er það sem svona þið eru eftir að finna og sjá hvað er að koma. Það er eitthvað sem kemur inn líka kringu nýju tungli líka. Er eitthvað svona geti verið svona nýtt tækifæri eða eitthvað svona já, eitthvað svona drífandi. Geti verið náttúrulega bara kannski rektin eða einhver ákvörðun sem þið takið sem er eftir að verða rosalega góð ákvörðun. Mér finnst eins og eitthvað rétt, eitthvað verið svona gefið til ykkar eða rétt til ykkar. Gæti verið kannski einhver svona kringum ykkur sem hjálpar ykkur eða svona. Þá meira fyrir bóðamanninn. Creativity. Transformation. Já, gæti verið það er eitthvað svona að vera að fagna, eitthvað gæti verið náttúrulega veisla líka. Eitthvað svona kannski já, mikið bara að vera að skemmta sér. Það er eins og það er eitthvað svona eitt sem stendur upp úr sem þið eru að gera. Og gæti verið kannski eitthvað svona varðandi þessa nýja byrjun sem við búin að vera að bíða eftir. Og mér finnst eins og að það sé eitthvað svona samband við, er ég með þetta öfugt eða svona eins og að segja þurfa að velja á milli eitthvað tvenns kannski líka. Eitthvað tvennt að velja, eitthvað ákvörðun að taka. Og þið fá King of Swords, Nine of Cups, hvað meira fyrir bóðamennin. Já, svona núna þessu, það sem þið eru núna, þá þið svona svolítið að losa eitthvað sem svona, hvað maður segja, toxic eða svona eitthvað sem búið að halda ykkur niðri. Ég búin að vera að finna það rosa mikið hjá okkur.
bara eitt viðbót þetta fyrir ykkur. Já. Það svona eins og, það eitthvað, gæti verið svona eitthvað sem hefur eitthvað verið boðið. Gæti verið bíl, húsnæði eða eitthvað flutningar eitthvað og að eitthvað finnst þetta að vera eitthvað svona vesen í kringu það. En þetta eitthvað sem leiðir út í Ten of Pentacles sem bara, er í raun og verið það sem að þið viljið. Gæti verið, þetta svona, en það eins og þið séð að gera svolítið svona hafi verið svolítið að halda aftur að með eitthvað. Þetta gæti verið eitthvað svona tilboð eða eitthvað svona samningur eða eitthvað svona sem að þið ekkert viss með. Og skulum fá meira hérna. Það fá hérna stjörnumerki. Ég var búin að sjá hérna Capricorn, Krabba og Tvíbura og Vaspera. Það líka sportryggi hérna. Og naut meira stengið. En þið fáið hérna ljón og fiskur. Númer 8. Það tvíburi hérna líka. Og nautið. Hrútur. Já. Sjá, skulum fá eitthvað meira hérna líka fyrir ykkur. Hvað með restina af árinu hjá bógamanninu? Hvað það sem þið þurfa að vita? Competence comes with time and practice. Já, ég veist eins og að þeir svona að komast í þetta, svona að gera þessa breytingu og það bara svolítið að sjálfu ykkur að hafa svolítið traust á það sem þið að gera. Það svona, það eins og að þið hafa svolítið sett ykkur svolítið í svona, já, sett svo mikið í onni bara og ekki díla við svo marga hluti kannski. Og það svona eins og að svona að sjá svona breytingu svona fram á við. Og næstu svona hvaða breytinga það. Sjá. Já. Já, standa fast á þeir eru svolítið svona verið svolítið svona standi fast við þessa ákvörðuna sem þeir að taka. Þeir hafa svolítið verið að halda aftur með það. Eins og að vera að bíða allt eftir hvað öðrum finnst eða eitthvað. Healing energy. Númer 20. Já, mér finnst eins og að koma ykkur svona og hjálpar ykkur, það svona eins og ykkur hjálparhund eða eitthvað, og þetta gæti líka bara verið þið sjálf, að þið séu svolítið svona hílari í ykkur, svona, og svona hafið þessa hæfileika. En já, ég ætla að sjá hvað meira. Þetta segir nú ekki mikið með restina af árinu. Svona að finna út af því. 15, 13.
hvað ég vona að restan árum eru bóðamenn. En ég sé þetta, sko ári verður svolítið stöðugt og svona, já, svona growth, bara svona, easy going þannig, sko. Ég fá þetta Lovers, Nine of Cups, Hierophant, Page of Swords. Já, það eitthvað nýtt að gera í ástinni. Gæti verið eitthvað samband hérna sem að koma inn og það gæti bara verið eitthvað, mér finnst að vera meira eitthvað fram á haustinu eða eitthvað fleiri, sko, sem ef það ekki komið inn, sko, þá gæti verið að þessi manneskja sem neitt með að stengitt eða eitthvað slis. Og já, en það er eitthvað góða fréttir og það er líka góða fréttir varðandi, gæti verið svona ulafrængur eða eitthvað svona frá svona einhverjum stofnunum eða eitthvað fleiri, sko, sem eftir að koma inn. Og meira fyrir bóðamannum. Þetta gæti verið eitthvað líka sem að þeir eru búin að vera bíða eftir, það svona eftir að ganga allt upp. Mér finnst eins og að sé svona eitthvað svona pæling með flutningar eða eitthvað að gera eitthvað breytingu hjá einhverjum eða fara ferðalag. Sjá hvað kemur. Hvað meira fyrir bóðamann restina af árinu? Gæti verið að sé eitthvað svona eitthvað samstarfsvinna að vinna með einhverjum eitthvað líka. Temperance. En það verður eitthvað, það sem þið voru eiginlega búin að sjá svolítið fyrir ykkur, svona, það kemur eitthvað upp sem verður eiginlega til þess betra og það er eitthvað samt við eitthvað svona, kemur eitthvað svona, já, aftan að ykkur. Gæti tengst eitthvað samt við vinnu eða eitthvað. Vinnu eða skóla eitthvað sem þeir eru búin að vera að vinna mikið að. Það er sett svolítið eitthvað svona eitthvað sem þið þurft svona aðeins að draga ykkur tilbaka og hugsa bara máli með og eitthvað fleiri, sko. Og þeir eru svolítið svona að reyna svona komast yfir svona að laga eitthvað eða já, þetta var eitthvað svona högg eitthvað. Hérna er Emperor. Já. Gæti verið eitthvað hérna líka, gæti verið varðandi líka eitthvað eldri mann eða eitthvað sem að er í kringu hjá okkur líka sem að þið svona, eða þessi manneskja er kannski með stress og kvíða, getur verið þið eða eitthvað sem er í kringum hjá okkur. Mér finnst þess að vera svona einhver eldri maður. Svona, það er eitthvað svona ágjör yfir einhverju. En ég sé hérna svona heildalit myndina þá er hérna, eins og sé að koma nýtt sambandi eða ekki sambandi, þá er það svona eitthvað
það eitthvað svona eftir að ganga upp, svona samt við samning eða það sem er að plana. Það var eins og bara þurfti að taka eitthvað svona, eitthvað skref, eitthvað í þetta, eitthvað, veit ekki. Og það er svona, já, eitthvað svona sem kemur, það getur verið eitthvað svona sem kemur aðeins svona seinna í svona, sem að kemur svona, já, eitthvað sem að gera eitthvað svona breytingu. Og þetta gæti líka verið að eitthvað samt við skóla eða eitthvað svona sem að þurfa að svona eða vinnu. Og þetta gæti tengst bara eitthvað í fjölskyldunum líka. Og hvað meira fyrir ykkur? Það var nú alveg smá svona. Hvað? Já, ég ætla að fá hérna englanáma fyrir bóðamanni. Þið fáið 322, googlið það er englanúmerið ykkar. Nú sé hvað er líka með það. Hvað er það líka? Bóðamannin. Það er eitthvað sem að í september sem að fyrir að skrifa undir og það gæti verið bara eitthvað svona varðandi kaup eða þurfi að gera eitthvað leið sko, svona staðfest eitthvað, gæti verið, eða gæti verið í júlí. Ég fæ alveg svona eitthvað svona samtöflutninga eða eitthvað svona breytingu eða eitthvað líka. Gæti verið líka bara eitthvað samt við bíl. Hvað er ég eftir að gera meira fyrir ykkur? Hvað er það bara restina af árinu hérna meira? Nú heildar eitthvað. Hvað er það sem þið þurfa að vita? Við bóðamanninn. Já. Nú þetta vera. Já, það er eitthvað sambandi við eitthvað hérna restina af árinu sko, þá er eitthvað sambandi sem að hefur ekki alveg gengið upp eða eitthvað leið sko, en svo er eins og það svona eftir að koma verða veruleika, það er eitthvað svona stabilt svona hérna sem er að koma inn. Gæti verið eitthvað tvennt líka. Það bæði svona emotional og líka svona eitthvað sem að er svona, getur svona verið lengra, svona grounded, svona búið að taka eitthvað langa tíma eða eitthvað sko.
En það eins og að það kemur eitthvað svona upp á sem að gæti verið hægt að tala saman eða eitthvað svona eitthvað flustæmi, en svo það eftir að eitthvað verða betra. Ég ætla að fá hérna heita svona eitthvað hérna líka. Já, ég ætla að fá hérna meira svona yfir ári hjá okkur. Ending brings new beginnings, growth, change, liberation, transition. Já, þið eftir að sjá rosa miklar breytingar á þessu ári. Það bara eins og þið svona að fara að loka, eins og ég sagði, bara það bara svona nýtt af öllu. Og það eins og svona þeir að losa okkur við eitthvað sem búið að vera bakinn eitthvað. Og reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Já, þeir losa okkur svona yfir þetta. Hvað meira fyrir bóðunni? Twin flames, yin yang, balance, union, duality, coupling, complement each other. Eitt viðbót. Já. Gæti verið að þegar verið að díla við runnur eða runner chase dæmi eitthvað slegið eitthvað fram og tilbaka, og það kannski ekki alveg gengið eitthvað svona eins og þið hafa viljað eða eitthvað. En ég sé hérna svona restina af orðinu að það kemur, fyrst svona eins og sé samband að koma inn og eitthvað svolítið en svona, já. En svo eitthvað svona verður eitthvað, hvort það sé að koma, ég ætla að koma kannski eitthvað annað inn, held ég. En þetta ekki við þeir sem í sambandi, til segja. Ég veit ekki hvað, það er smá erfitt eitthvað spá fyrir ykkur núna. Já, þið fáið Sacral Chakra nr. 2. Ég ætla að láta þetta bara duga fyrir ykkur búamenn. Það fullt af, það alveg alls konar í gangi, 8 of Cups, nýbyrjun og allir svona einhverju. Þið bara að svona taka mótið sem að koma. Þið verðið í glow-upi. Það heildar ykkar. Bye!